Janus, það kom heldur betur óvart í vikunni þegar að Mikael Appelgren þjálfarinn í Pick Szeged og landsliðsþjálfari Svía ákveður að velja ekki liðsfélaginn og Tobias Thulin, markmann sænska landsliðsins í lokahóp Svía, bara fyrst kom þetta þér á óvart? Já, kom mér aðeins óvart. En samanskapið þá ertu bara með Svíþjóð hefur átt alltaf bara 5-6 góða markmenn sem geta verið næstum valið á milli. Sérstaklega svona hver númer 3, það ertu með alls konar opsjóna. Og þetta bara heimurinn sem við lifum í. Við sjáum það líka með okkar hóp. Að þetta snýst að reyna að vera alltaf í toppstandi og toppformi og allt eitthvað smáatriði hér og þar. Og ef ekki, þá einhver annar sem gera það. Svo ég held sé líka bara bæði, veit ekki, auðvitað getur þetta verið vonbrigði en mér finnst þetta líka það sem drífur okkur sem keppnismenn í okkar atvinnugeira að þetta heldur vera á tánum. Svo ja, það verður spennandi að sjá hvort þau verið í fíli í febrúar eða hvort þau séu bara þá bestu vinir. Hafið þið eitthvað sent saman á WhatsApp-grúppinu hjá liðinu og spurt hvort hann ætla að bjóða honum í afmælið sitt eða bjóða honum jólakort eða? Nei, ekki betra að láta aðeins melta þetta svona fyrstu vikuna í staðinn fyrir að fara beint og fara að grínast með þetta en nei, ég veit ekki, þetta Lýsir þetta Appelgren eitthvað sem svona karakter eða skilum við að þetta er stórt skrif sem það þarf að taka? Ég held ekki, ég held bara hinir, ég held að sé bara hinir að verja meira og þú vilt hafa gauðra í markinu hjá þér sem að verja meira, það sé bara þannig.